Þetta yfirferð á verkefni 1 í vefforritinu 2 árið 2008, sýnilausn sem gefin var út og aðgengileg hér á GitHub. En sýnilausnin byggir hér á verkefnalýsingu sem má finna hér, en í grunninn þetta að birta greinalista, lesa upp úr möppu sem gefin var og geta birta upp lista af greinum ásamt upplýsingum sem koma úr front matter gögnum og geta síðan opnað hverja og eina grein út frá slug. Það var krafið það að lesa greinar asynchronously af disk og við ætlum að nota async await í því, og útlitið var eftir fyrirmynd hér sem úr sýnilausninni, þannig að við viljum líka sjá hvernig það sett upp. En sýnilausnin hér, ef við erum búin að opna það og við byrjum að skoða app.js, þá þetta Express app og við þurfum þá að sækja Express hér. Við þurfum að sækja vísun í path módulinn sem innbyggður í Node og við notum hann strax hér til þess að skilgreina það hvernig við sækjum viewin okkar, en við erum að nota EJS. Hér þarf ekki að setja inn beina vísun í EJS, en við það að við setja EJS hér segir að við þurfum að vera búin að setja upp EJS pakkan í projektinu. Hér segjum við að viewin okkar séu í möppu sem heitir views og við notum hérna path join dir name út af því að við viljum að það sé alltaf vísað út frá app.js skrafni hérna sem dir name þetta, og pathið á að vera dirið sem þessi skrafur inn í joinað við views, þannig að við fáum alltaf þetta hérna views. Ef einhver hluti vegna við myndum vera að keyra þetta einhvern veginn öðruvísi, þá mun þetta tryggja það að við munum alltaf vísa í rétta möppu. Hér fall sem við munum nota til að birta dagsendingar, en við gerum það aðgengilegt í viewunum okkar með því að setja það í app locals, og síðan ætlum við að vera með static gögn sem við erum að bjóða upp á, og þau eru tvenn. Það annars vegar úr public möppunni sem hér, þar sem við höfum eitthvað header JPEG og styles CSS, og síðan ætlum við að bjóða upp á hérna EMG möppu sem mun vísa í articles EMG möppuna. En þetta var gert til þess að við myndum ekki geta opnað hverja eina grein markdown útgáfa af henni, heldur aðeins getur náð í myndirnar úr henni. Og þetta virkar að því leyti að hér alltaf vísað í EMG, og það sem við munum birta greinarnar á slóð á vefnum okkar sem verður /corporate bandstick studs hér, þá mun í raun EMG virka þegar við munum vísa í EMG beint af rótinni. Þannig ef við keyrum upp forritið okkar, hér eitthvað debug sem þá stöppum það, keyrum hér með nodemon, þó svo app start virki, npm start, kynum það upp, npm start, það keyrir. Hér getum við farið í skástrík EMG, það virkar ekki, en ef við gerum lorem ipsum jpg, þá fáum við myndina. Ef við gerum skástrík header jpg, þá fáum við myndina, og ef við gerum styles CSS, þá fáum við stílana. Og þetta það sem að Express static middleware gerir, það að leyfa okkur að geta nálgast þessa skrá sem bara beint á disk, án þess að þurfa að gera eitthvað meira en að setja bara vísun í það svona. Síðan erum við hérna að nota articles módúli sem við erum með hérna. Það all virknin í forritinu okkar, en app.js hérna aðeins að sjáum að setja upp Express appið í heild sinni. Síðan erum við hér með not found handler sem sér það að birta 404 síðu, sendum hér 404 villu með einhverjum titli og einhverjum skilabóðum ef að það fannst ekki, og setja einhvern villu meðhöndlun. Þannig að við getum hér með því að skilgreina þetta, þá erum við að segja hvernig við ætlum að meðhöndla villur.
Ef við gerum það ekki, við fjarlægjum hérna þetta og sjáum fyrst hvernig hérna villumeðhöndlunin er. Þannig ef við gerum hérna eitthvað sem er ekki til, þá fannst ekki nákvæmlega sama síðu við vorum á. En ef við köstum einhverjar villu hér og keyrum upp með NodeMon, þá sjáum við að við fáum í raun villumeðhöndlun sem er sjálfgefin af Express, sem er bara að prenta út villuna. En ef við setjum aftur inn villumeðhöndlunum okkar, NodeMon endur þessi fyrir okkur, þá fáum við þessa síðu sem við í raun getum þá stýrt í hvernig villuskilaboðin birtast notandanum. Við getum farið hér tilbaka. Þannig ef við fjarlægjum þessa villu hér og síðan erum við hérna með console info til þess að ESLint sé ekki pirrað út í okkur. Þannig við keyrum hérna npm run ESLint, þá keyrir ESLint á verkefnið og það eru engar villur. En ef við setja hérna console.log sem er yfirleitt eitthvað sem við grípum til ef við erum svona að skoða hvað er í gangi í forritinu okkar, en ekkert endilega við viljum láta fólk vita af einhverju. Þannig að það er ágætt að skrifa console.log og það er eitthvað sem við viljum í alvörunni prenta út. Og þá sjáum við hérna í ESLint RC erum við að segja console.log sé villa en við leyfum info, warn og error. Aðalparturinn í forritinu okkar er hérna í articles.js og ef við förum gegnum það hvernig þetta virkar, þá erum við hér að sækja þó nokkra pakka. Við sækjum util og fs til þess að geta lesið upp á disknum, util til þess að geta búið til promisifyað fs readi sem les upp úr möppu og read file sem les skrá. Við notum síðan path til þess að geta á einhverjum stöðum útbúið rétta patha. Express, að því við erum að nota Express. Markdown 1 sem er pakki sem við erum að nota til þess að túlka Markdown og þátta yfir í HTML. Og greymatter pakkan sem þeir eru nokkur sem eru í boði. Við notum hérna greymatter til þess að lesa þetta greymatter, frontmatter sem er hér í byrjuninni á greinum. Við ætlum að ekki búa til neitt app hér, heldur ætlum við að skila router, þannig ætlum að skila einhverju sem að appið okkar hér getur tekið og notað, og við ætlum ekki að skila appið, við ætlum að skila router, þannig að þá fáum við hér router sem við getum hengt á routes og síðan hérna í lokinu á skjalinu skilum við honum, exportum honum og þá getum við kallað því þá og nota þetta svona. Þá sér í lagi exportum við hér 2 routum, eitt fyrir slash sem gefur okkur þá þessa hér síðu og eitt fyrir slug sem er þá eitthvað sem grípur allt það sem kemur hér inn. Þannig að það kemur hér og við slöktum á vefþjónunum. Þannig að fyrir þetta, þá er þetta í raun að grípa allar þessar mismunandi slóðir hér fyrir allar greinarnar. En það fyrsta sem við gerum er að skilgreina hérna pathið í artiklunum okkar sem er bara að segja að það er þessi hér mappa sem inniheldur öll artiklunum okkar og hér er fall sem að les grein og hér er síðan les allar greinar sem hafa endingu md í articles path. Byrjum á því falli, byrjum þá sérstaklega á því að skoða hvernig við byrstum þetta. Þannig hér erum við með rátið sem er bara slash og það vísar hér í fallið list. Þannig ef við förum hérna í list þá sjáum við að það er async function list sem tekur inn rec og res og þetta er það sem meðhöndlar ráti fyrir okkur. Það er tiltölulega lítið, það setur skilgreinir titilin hérna greinasögnið, það sækir hérna articles, það veitar read articles list sem er þá async fall, býður eftir því og fær þá einhverja greinar, tekur síðan þessar greinar, kallar í innbyggða fallið á fylgjum sort sem tekur inn 1 fall, sem tekur inn 2 viðföng A og B og skila síðan true ef að
man ekki hvort það var ef að B var undan A. Þannig að þá er það hérna, ef að A, dagsetningin á A er minni en dagsetningin á B, þá skilum við true, annars skilum við false og þetta setur raðar þessu þá í öfuga dagsetningaröð. Ef við setjum þetta í rétta dagsetningaröð þá getum við bara breytt þessu svona. En við tökum síðan þessar article sorted og sendum það yfir í articles viewið okkar með þessum hérna tveimur breytum. En hér erum við notað async await sem gerir það verkum að við fáum tiltölulega hreinlegan syntax fyrir það að kalla í þetta fall sem að er að gera eitthvað sem er asynchronous og við skoðum hvað það er. Þá förum við hérna í þennan articles list og það fyrsta sem er gert hér er það að allar skrár eru lesnar upp úr articles path. Þannig þá er vísað í þessu hérna möppu og upp úr henni eru lesnar allar skrár. Þannig ef við núna setjum hérna breakpoint, slökkum á NodeMon, kveikjum á debugger, veljum hérna Node og refreshum hér, þá tekur debuggerinn við og þá stoppum við hérna nákvæmlega í þessari línu. Og hér erum við að fara að bíða eftir því að asynchronously sé lesið upp úr þessari directory. Þannig að núna getum við smellt hér á step over og þá klárast þetta og files er þá orðið hérna listi af öllum skrám sem er í þessari möppu og sjáum við að það er bæði einhver punktaskráð þarna sem heitir DS-Store sem er sem að Macintosh stýrikerfi býr til og við sjáum líka að EMG-mappan er þarna. En það sem við höfum aðeins áhuga á því sem er markdown, þá köllum við hér í filter og segjum path_ext_name sem er innbyggt fall í Node sem tekur inn skráanafn og skilar okkur endingunni með punkti. Þannig að við viljum bara fá skrár sem enda á punktur .mt og fyrir hverja af þeim skrám þá ætlum við að keyra fall, að mappa yfir þann lista eftir að filtera og fyrir hverja skrá ætlum við að kalla í read article og read article er að taka articles path sem við skilgjum þannig uppi fyrir articles ásamt fæleneiminu, joina það tvennt saman og senda það inn í read article fallið. Þannig að við hoppum hérna í read article fallið og setjum breakpoint hér og leyfum forritinu að keyra að næsta breakpoint og keyra það hingað og þá sjáum við hvernig það lítur út fyrir fyrstu greinina. Þá er það articles /Batman ipsum mt og við ætlum hérna að bíða eftir því að hún sé lesin upp á disk asynchronously. Þá getum við gert hérna leyft þessari línu að keyra hérna, kynum svona, ok. Þá erum við komin hérna með innihaldið í skránni og það er buffer, matter sem er þessi grey matter pakki sem er lesfront matter, hann styður það að taka inn buffer og hann núna mun túlka þetta skjal, lesa úr því front matter upplýsingarnar og gögnin, sjáum hvort þetta virkir núna steppa hérna, já, þá fáum við hérna data og þá skilur hann okkur á þessu formi. Við erum með matter sem er bara einhver texti hérna og við fáum data og við fáum content og content er þá allt contentið án front mattersins og data er túlkað front matter. Þannig að þá notum við hérna object destructuring til þess að búa til breytuna data og búa til breytuna title, slug, date og image. Þannig að þær eru núna allar núna eftir að við keyrum í gegnum þetta þá hafa þær allt innihaldið. Hérna er greinin sjálf, hér er titillinn á henni, sluggið, data, date og image og undefined af því að hún er ekki skilgreind fyrir þessa grein. Síðan skilum við í raun hlut sem við ætlum síðan að nota og hann hefur hér content sem er þá kallar í MD render af contentinu sem mun þá í raun þýða markdownið yfir í HTML. Titillinn, sluggið, date, en við pörsum að hérna, kallum í date parse til þess að fá í raun sekundur síðan fyrsta 1970 myndina og pathið á skrána og þetta er þá gert fyrir allar skránar og við getum hérna step out of
Já, þá förum við inn í step out, förum við inn í eitthvað inn í djúpt í yður nót, sjáum hvernig þetta fer hérna, alls konar kóða sem að keyra fyrir okkur. Að lokum munum við vonandi enda aftur í okkar eigin kóða. Sko, þannig fórum við út og förum það bara aftur í listfallið okkar hér. Þannig að núna erum við búin að búa til promise fyrir allar þessar skrár, að þegar read article er asynchronous fall, þannig að það skilar okkur promise. Þannig að hér þurfum við að bíða eftir því að öll þessi promise hérna, sem eru öll pending, séu uppfyllt. Þannig að við skilum því og þá er þetta hérna await mun sem sagt bíða eftir því sem sagt að skila gögnunum þegar að þetta hérna er uppfyllt. Þetta er saman við myndum að gera hérna read articles list punktur then eitthvað með greina, en þannig erum við greinarnar. Hérna fáum við sem getur stytt okkur leið með því að nota async og await. Og þetta er það sem async og await gerir best, er að gera kóðan eitthvað grinnri og styttri. En þetta fer síðan yfir í viewið, og ef við skoðum hvernig viewin okkar eru sett upp, þá höfum við hér articles view og það innifelur hérna einhvern header og það innifelur einhvern footer. En fyrir greinarnar þá erum við hérna bara búin að útbúa lista með klassan articles, notum hérna BEM til þess að skýra klassan okkar, og fyrir hverja article sem við fáum þá útbúum við við útbúum a-href með slóð á slöggið af greininni, þannig að það er það sem við fáum leiðum svo keyra í gegn, slökkum öllum breykpunktum. Þannig að þá ef við skoðum hvernig þetta lítur út, þá fáum við hér gögnin, þannig að við fáum hér a-href plus article link, article image empty, sem við fáum þá út af því að við viljum gera eitthvað sérstakt þegar við höfum ekki mynd. Þá getum við sett hérna JavaScript segð inn í EOS-ið og þetta getum við annarkvort gert með því að búa til breytu sem við sendum inn eða keyrt einhverja segð hér. Og síðan athugum við ef við erum með mynd, þá er þetta líka athugað hvort við séum með mynd og þá að setja myndina sjálfa hér með klassan article img, setja síðan title, setja date og þá notum við þetta fall sem við skilgrindum áðan í app, locals parse date, sem er þá þetta fall hérna, sem tekur dagsendingu á Unix formi, býr til date hlut út frá henni og skilar hérna day.month.year, passar á að getMonth er 0 indexa fall. Og við sem sagt ítrum hérna í gegnum þetta, ítrum í gegnum hver einustu grein og skilum þeim hér og setjum síðan CSS á þetta til þess að birta þetta. Síðan þegar við ætlum að birta staka grein, birtum þessi hérna grein, þá höfum við skilgrind hérna get ráð fyrir slug sem vísar í article og article tekur hérna rec res og next. Við fáum hérna slug úr rec-param sem er þá sluggi sem við sendum inn, þannig að það passa við þá slóðuna sem er hér, sem væri þá hérna, Batman eða Corporate Studs eða hvað sem það er. Og við fáum svo sluggið, við sækjum allar greinarnar aftur, en það var ekki krafa í verkefninu, þetta var gert á sérstaklega hagkvæman hátt, þannig að við leyfum okkur bara að sækja allar greinarnar með hvert request. Þannig að það verður ódjúpt, fyrir upp aftur. Fyrir bara að setja breykpunkt hér. Breykpunkt hér. En við verðum fætt sjá vistum restartum hérna. Framkomum aftur. Request. Svona.
Þannig að þá fáum við aftur lista af öllum artiklum hérna og við erum búin að veita, þannig að það er búið að uppfylla öll promisinn. Við erum með þessar 4 greinur hér og nú viljum við finna greinina sem hefur slögg sem sami á slöggin sem við erum með. Þannig að við viljum finna einhverja grein sem með slögg corporate stooge og ef hún finnst sem hún gerir, hérna leitum við gegn, það er ekki þessi, það er þessi, þannig að þá höfum við hérna, þessi sagði verður ekki sönn þegar við höfum article og þá skilum við henni yfir í article viewið og tökum titilinn hérna úr artiklinu sem er þá corporate ipsum og sendum artiklið sjálft sem er hérna með öllum þessum gögnum og sem til að vera með túlkuðu marktan yfir í HTML sem fer yfir í article AUS sem í raun setur bara inn allt contentið hér og setur síðan tilbaka hlekk fyrir neðan og aftur notum við hérna footer og header sem lætur okkur, sem gefur okkur þetta sem við þurfum til þess að birta restina síðan okkur vísa í leturgerðirnar og stílana og footerinn bara loka síðan í hérna. Þannig að þetta fer í gegn og við birtum síðan hérna með myndinni af því að hún virkar út af því að við erum með express static middleware sem legur okkur að vísa í hana og einhverju stílar hér á. Þannig að við getum farið tilbaka og þá er þetta komið. En hérna er með því að búa til þetta fall sem les upp artikulinn sem er hérna með smá stæla við að gera þetta svolítið svona í styttra lagi. Þá er þetta að geta lesið upp allar skrárnar og passa upp á það að það sé búið að uppfylla öll promisin áður en við skilum áfram síðan í ráthandlurinn okkar. En hér vantar eitt sem er í raun villumeðhöndlun fyrir það hvað gerist ef að promisin okkar vill klikka þannig að hérna slökkum á debuggerinn þegar hann ekki núna lengur. En núna hvað gerist ef að eitthvað hérna er bilað. Þannig við opnum hérna og við fáum hérna sem sagt unhandled promise rejection warning en við fórum yfir þetta í fyrirlestri og það sem við ætti að gera hér og ég mun laga þessari sýnlausn er að bæta við einhverju CATS error middleware hérna sem að í raun grípur þá þessa promise villu sem að getur verið kölluð hérna en þá sjáum við að hún fer ekki yfir í villumeðhöndlunum okkar út af því að við verðum að kalla á CATS á einhverju tímapunkti á þessum hérna á þessu sem að getur, á þessu hérna út af því að þetta er async fall og það kasta villu og hér þurfum við að grípa hana en ef við gerum ráð fyrir því að allt sé sem skildi og leyfum þessu að keyra aftur upp og kíkjum aðeins yfir hvernig CSS er sett upp þá er hérna að því við erum ekki með stælið í gangi þá skulum við slökka á stælinn svo hann sé ekki að kvarta of mikið við lútum reitlinum til þess að hann sé ekki virkur og opnum aftur CSS-ið en hérna erum við svolítið að leyfa ykkur það að nota boxsizing border box á allt fjarlæga margin og padding á öllum hlutum við skilgreinum hér LoRa sem leturgerðin fyrir meginmálið okkar og það virkar að því að við erum búin að sækja hérna þessu 2 leturtegundir LoRa fyrir 400 sem er regular, 700 sem er bold og robot og bara bold og síðan setjum við hérna þessi liti með fölgráan ekki alveg svartan fyrir meginmál fyrir fyrirsagnir notum við roboto, annars Helvetica, annars Arial, annars sans serif liturgerðina og þá er það feilletrað fyrir main þá ætlum við að setja við fyllum upp í 100% af plássum sem við höfum að þú aldrei meira en 1200 pixla breytt og við ætlum að miðja það sem sagt á síðunni þannig að þetta miðjast hérna
headerinn sem fyrir utan main, við skoðum hvernig þetta setja upp inn í header, þá hann fyrir utan main af því að það kom reyndar ekki vel fram í fyrirmyndinni, en hann á að fylla út í síðuna þegar það búið fínt. Og þá segjum við að hann hérna hann fyllir út í, hann display flex, sem þýðir að allt innihaldið í honum staðsett akkurat í miðjunni, út af því að við segjum display flex og hér segjum við síðan margin auto og já, það dó allt út af því að við reloaduðum metadótum okkar. Þannig ef við skoðum hérna, ef við slökkum hérna margin auto, sjáum þetta fyrir upp í vinstra hornið og ef við slökkum á display flex hér, þá fer þetta aftur upp í vinstra hornið, þannig að þetta virkar saman. Við setjum myndin okkar hérna sem background image, þannig að hún hér og setjum hún cover, annars þá fyllir hún út í og reynir að coverar elementi sem hún í og við miðjum hana við byrstum hana frá miðjupunkti því annars munur hún byrstast frá efra vinstra horni. Hérna getum við leikið okkur með þessu tölur eða vindum, þetta skiptir ekki þessi máli, þessi hérna, þá færum við hana upp eða niður, það skiptir ekki máli að þetta cover. Þannig að headerinn settur svona upp. Fyrir articles þá erum við með ULI-lista hérna og UL-listin display flex, þannig að við flexum þennan lista og sjá hvað gerist ef við slökkum á því, þá fer þetta bara í eina röð niður og við ætlum að segja að hann megi rappa, hann má fara í margar línur ef pláss ekki nóg. Ef við slökkum á því þá fara allar greinina bara í eina línu. Hann ætlar að vera með margin left og margin right, þannig að hann fer ekki alveg út í endan á skjánum ef pláss ekki nóg. Og við setjum síðan list style none sem að fjarlægir þá þessa punkta sem eru default á listunum. Hér erum við með síðan article og article með media query hérna sem segir til það að ef við erum með að minnsta kosti 600 pixla þá það að vera 50% á skjánum, annars taka 100%, þannig að þá fáum við þennan skalalega hér. Síðan höfum við aref utan allt til þess að þetta sé allt klikkanlegt og þar aftur notum við display flex til þess að raða þessu þannig inn í. En ef við tökum það þá gerist nú ekki neitt nema bara að myndin hérna hverfur, það að segja þessi tóma mynd hérna, en við setjum líka flex direction column því að þetta fer niður á við, annars þetta í row sem er sjálfgefið. Við séum hérna height 100%, það til þess að leyfa myndinni að virka. Þetta er ekki kannski besta útfærslan, en hérna höfum við til þess að myndina hægi sér rétt í mobile, þá höfum við hérna min height 300 pixla. Ef við fjarlægjum það, þá fær sellan ekki hæð, því hún ekki að flexa við hliðina á neinni annarri sellu, ef við köllum þetta hérna einhverja sellu, út af því að þessi hér hefur þetta replaced element hérna sem myndin sem sett inn, þá vil flex láta þessa hérna tvo kassa, þessar tvær sellur vera jafn háar, en það tilvik ekki hér af því þá engin við hliðina á, en þá segjum við vertu að minnsta kosti 300 pixlar og fáum þá svona feikum þetta að það sé svona engin mynd. En ef við erum fyrir ofan, þá viljum við segja initial, af því að annars getum við lent í vandræðum með þetta. Og síðan hérna fyrir image, þá setjum við flex 1, sem að lætur hana taka meiri stærð en restina af hlutunum sem elementunum sem verið að flexa með henni. Þannig að flex 1 segir taktu einn part af, ef við setjum hérna líka flex 1 á þetta hér, þá tekur það einn part líka, þannig að þetta verður cirka, ef við skiptum plássinu sem við höfum hérna á hæðina,
drögum frá það pláss sem þetta hér þarf og taka þessi tveir hlutir jafnt pláss. Ef við hækkum þetta upp í 2 þá tekur þetta 2/3 af plássinu, 3/4 og svo framvegis. En með því að segja ekkert þá tekur þetta í raun alltaf pláss sem að þetta hér þarfnast ekki. Og titillinn hér, hann bara skilgreindur og þetta hérna tekur bara það útlit sem á meginmálinu. Þannig vorum við í raun í gegnum þennan hérna part af CSS-inu og þá í raun eftir hvernig við sýnum article-efnið. Þá í raun með þetta hérna article content sem eitthvað sem við notum til þess að ýta því aðeins frá hérna neðst, en annars síðan nýtum okkur það að markdown mun þýðast yfir í þessi hérna element og við stílum þau sérstaklega. Þannig að við segjum H2 fyrirsögn 2 rem sem þá 32, þetta 3 rem og block quote setjum við italic og þess vegna erum við með hérna italic útgáfuna og image tekur max við 100% þannig hún fyllir út í allt pláss sem hún fær og síðan hérna skilaboð fyrir villu síðan og þar með lýkur yfir fyrir þessu verkefni.